við höfum verið að ræða þessi útrásfélagsins ef við notum það, það kannski það svolítið að hámarka sig hér innanlands svona vaxtamöguleikana það enn tækifæri það ennþá mikil tækifæri og það engin spurning og okkar framtíðarstrategía hefur verið lögð út það sem við sjáum fyrir okkur að flytja vöruhúsastarfsemina frá Grjóthálsi upp á Hólmsheiði og búa þannig til pláss og losa vaxtarhömlur á núverandi framleiðslustað. Þá getum við bætt við vélbúnaði sem getur hleypt okkur inn á aðra drykkjarvörumarkaði og annars konar drykkjarvörulausnir sem við erum búin að vera með í okkar vöruþróunarpípum lengi en getum ekki framleitt, höfum ekki aðstöðun en tæknibúnaðinn. Þannig að ég sé engan veginn fyrir mér að við séum mettuð í tækifærunum þegar kemur að drykkjarvöru. Og svo þegar kemur að þróun í raun og veru á íslenskri matvöru og vörumerkjum að þá náttúrulega höfum við alveg fullt svigrúm. Við erum mjög spennt að fara inn í geðabakstur og kjarnavörur og láta til okkar taka þar og láta þessi fyrirtæki vaxa og dafna enn frekar. Hvernig að halda utan þetta? Hvað þetta? 200-300 vörumerki sem með þetta? Já, þetta er fjöldin allar vörumerkjum, auðvitað erum við með mikið innflutningi og svo er okkar eigin vörumerki og þetta auðvitað ekki hægt með frábæru starfsfólki. Við skipuleggjum þetta þannig að þetta eru vörumerkjastjórar sem eru bara með ákveðin vörumerki eða byrgja sem þeir sinna og við getum sagt að þetta sé bara rekið svona nána sem fyrirtæki inni í fyrirtækinu. Já, við auðvitað greinum reksturinn á alla kanta en það sem einhvern veginn galdurinn í þessu bara menningin í fyrirtækinu. Hvað mikið orkustig og hvað mikið hungur í að gera betur í daginn í gær og að vaxa og þetta náttúrulega alveg einstakt í svona gömlu fyrirtæki. Það er bara keppnisskap og keppnisandi og það finnst mér vera galdurinn. Þegar ég spurði af hverju gengur svona vel hjá okkur, þá segi ég alltaf að þetta er kúltúrinn í fyrirtækinu. Þessar fjárfestingar sem þið hafi verið í, þið þurfi ekki auki fé til þess að íta undir þetta. Þú sagðir að þið sagði jáfnvel fram á sitt 1 milljarð í þessa kólabútrás. Jú, það að gerast að 3 ára tímabili og það dreifist bara ágætlega og við teljum að þetta sé ásættanleg áhætta með mögulegan ávinning. Ég bara ítreka það að þetta ævintýri auðvitað getur enda út í skurði og við vitum ekkert hvað kemur út úr þessu. Þetta er neytendamarkað, maður veit aldrei með neytendur hvernig þeir taka við. En þetta er ásættanleg áhætta á okkar mati að gera þetta með þessum hætti. Við fjármögnum kaupin á þessum fyrirtækjum úr rekstri og annars vegar bara með hagnað og hins vegar með lántökum. Við erum lítið skuldum 1,5 EBITDA síðustu áramót og framundan eru þetta miklar fjárfestingar. Við erum nú þegar að byggja vöruhús inn á Köllunarklessvegi. Þar munum við tvöfalda núverandi vöruhús og geta tekið þá alla starfsemi heildverslunar okkar, Danúl þarna inn. Reikna með að við getum innlæst töluvera hagræðingu þar, en það er milliskref fyrir Hólmsheiðina sem verður auðvitað risaverkefni. Og þar munum við byggja, við skulum segja bara tæknilegt vöruhús. Hvað það stór fjárfesting? Við vitum það ekki fyrir víst ennþá, en þetta verður stór fjárfesting, en hún líka á að skila. Við munum byggja þannig vöruhús að við höfum og munum öðlast einhverja samkeppnislega yfirburði, bæði í þá kostnaði og hraða og þjónustu.